En af hverju það þannig að við svona fengum svolítið loðin svör held ég ætla ég að leyfa mér að segja hér hjá landlækni á 5. um það. Af hverju það þannig að einn og sami maðurinn getur farið til margra lækna og í mörg apótek án þess að það hringi hvergi bjalla í öllu kerfinu? Já, það einfaldlega vegna þess að þetta kerfi ekki að virka. Það ekkert flóknara en það. Og það nákvæmlega það sem við erum að segja verður að laga. Það að segja við þurfum að opna þarna á milli. Það verið að ræða við persónuvernd á morgun það hvað annmarkar í sambandi við það vegna þess að það auðvitað þannig að við viljum reyna að fylgja reglum varðandi það hvað upplýsingar opnar og fyrir hverja. En þá að taka sérstaklega á þessu? Já, ég meina það er klárt að lyfjagagnagrunnin til staðar, það skráning í gangi, það upplýsingar það hverju nota lyf og svo framvegis. Það ágreiningur einhver það hversu mikið magn eðlilegt og hvernig megi skýra það og svo framvegis. En við skulum þá minnsta kosti herða reglurnar þannig að þetta verði stöðvað og þá getum við það frekar slakað á tilbaka. Ég held að við verðum að reyna að opna á það þannig að læknar hafi ekki þá afsökun að þeir viti ekki hvað að gera, þannig að menn geti ekki verið að ávísa á sama einstaklinginni 2, 3, 4, 5 daga í röð, ólíkir læknar. Við erum búin að setja þarna hertar reglu varðandi rítalinni, þetta auðvitað önnur lyf sem það líka fylgjast með og það á að vera hægt að halda utan það sýnist mér eftir þessa skoðun að hvaða lyf þetta sem þarf að fylgjast með og draumurinn væri náttúrulega sá að það væri bara hringt einhverja bjöllur í þessu kerfi af því þetta skráð nánast í samtíma, megnið af þessu að það hringdu einhverja bjöllur sem að segja þau nú þið komin yfir mörk, grípum inn í. En áður en að við kannski förum inn í hinlin lyfin af því þið eru að tala hertar reglur það þó á einhverjum og sérlega við rítalínið. En nú það samt ennþá þannig að því að þið vísið svolítið og þú hefur gert það í viðtölum og landlæknin líka, þið vísið í það að nú sé þetta komið til ákveðina sérfræðing og það getur raun og veru ekki hver sem gert þetta. En hún alltaf opin samt leiðin að hvaða læknir sem getur skrifað þetta út til fíkils, þá reyndar kemur ríkið ekki inn í með niðurgreiðslu á móti, verður miklu dýrara, en samt miðað við gengi miðað við það hversu háu verði þessar töflur eru seldar á út á svartamarkaðunum, þá kemur menn alltaf út í plús, með þessi miklum plús. Ég held að reglan þannig og þarf að vera þannig að það semst þá að brjóta eða fara á snið reglunar. Og þá á að vera hægt að kortleggja þá hægt. Það bara fylgja því eftir að það sé því sem það fylgt eftir. Þannig aðilar að gefa þetta út án skírteina og án þess að vera með staðfestinga á því að viðkomandi einstaklingur eigi að fá þetta. Þá það klárt að brota á reglunum og það á auðvitað að grípa inn í það með viðeigandi hætti. Því það augljóst ef að fólk að fá þetta á þess að vera með lyfjaskírteini eða greiningu að þá eru menn að brjóta lögin og að selja lyf til annarra nota heldur en akkurat tilgangnum með þeim. Og mér finnst að menn ég ekkert að vera að fara eins og hvað kringum heitan graut með það. Ég meina þá að taka á þeim vandamálum. Ég meina við grípum inn í ef að fólk að brjóta reglur annars staðar. Ég meina við höfum verið með núna nýlegt mál þar sem að menn að nota lyf með því að komast til lyfjaskápana á heilbrigðisstofnununum og það að umsvifalaust gripið inn í þegar það slíkt gerist og ég vil að það verði gert með svipuðum hætti þar sem misnotkunar ræði hjá læknum. Já, aftur vil ég árétta það, við vitum ekki nákvæmlega hvað á bakvið tölurnar hjá þessum læknum sem við sögum frá áðan, hvaða þessu til barna, hvað til fullorðina, hvað þessu fer á svartamarkaðinn og hvað ekki. En almennt séð, getur ekki meira en vel verið að það séu læknar þarna úti sem að vísvitandi misnoti stöðu sína til þess að dæla út lyfjum? Ég svaraði svona afdráttarlaust já. Ég meina, við vitum það í öllum hópum, hvort það eru línstétt kennarar eða Vitið svoleiðis dæmi? Nei, ég hef engin slíkt dæmi. En það hlýtur að vera? Ég bara geng út frá því að í hópum eru neytendur, það hefur verið læknar sem hafa verið látið draga sig í hlé eða setja sérreglur út vegna eigin lyfjanotkunar og menn þurfa að vakta það sérstaklega. En tekið á þessu vegna þess að landlæknir tala svolítið tiltal og það eru svona sendt einhver bréf til lækna og eitthvað slíkt. Ég meina, eru menn nógu harðir í því að taka á? Ég hef efasemdur það, en ferlið ákveðið, það ákveðið stjórnsýsluferli, viðvaranir og allt þetta sem að það að fara í gegnum, við þurfum að lúta lögum, en ef við að ræða kláran, skýran grunum misnotkun, þá finnst mér að menn ég að víkja á meðan að rannsókn fer fram. Og það eitthvað sem við þurfum bara að vinna með, að menn, eins og ég var að segja áðan, ég meina ef þau grunum að sé verið að stela lyfjum á spítala, þá víkur viðkomandi starfsmaður á meðan að verður að kanna það betur. Að þá finnst mér það alveg eins segja gildum lækna, menn verður að vera tilbúnir að grípa inn í af fullri einurð og það eru þau skilaboð sem við eigum að gefa út í samfélagið. Það að við fordæmum þetta og við sættum okkur ekki við þetta. Hvað er verið að gera til þess að koma í veg fyrir það að morfínlyfin flæði út? Við vorum að tala rítalínu, það er erfiðara að komast í þau lyf. Það er auðveldara fyrir einstaklinga að ljúga upp einhverjum verkjum og fá þannig út morfínlyf. Hvað er verið að gera til þess að stemma stigu við því? Í rauninni hefur í sjálfs ekkert verið gert annað en þetta með að menn hafa verið með þennan lyfjagagnagrunn og hafa átt að hafa eftirlit í gegnum það. Ég veit þú sást umfjöllunina hjá okkur hérna fyrir helgi þar sem menn voru að fá
tugþúsundir tafna. Já, já. Og ég gerir mig alveg grein fyrir því að það er ekki auðvelt þegar að menn eru kvaldir af einhverjum ólíkum ástæðum að neita lyfjagjöf upp á einhverju ákveðnu marki. Það er greinilega farið við öll mörk þarna. Við höfum allar þessu upplýsingar, þannig að það er meira spurningir að skilgreina hvar setjum við mörkin þannig að bjallan hringi og við grípum inn í. Og það var það sem vorum að ræða í dag og ég tel að menn verði bara hreinlega og læknar auðvitað verða aðstoða okkur við það að verjast þessu með því að herða þessar reglur og hafa þær skýrari og þannig að bjöllur hringi strax. Við erum auðvitað í vandræði með það að það getur verið margar ástæður fyrir að lyfin komast í umferð. Það getur verið ástæður fyrir að menn selja helmingina skaftninu sínum eða við höfum dæmum það að systkini eða foreldrar nota rítalinni frá börnunum og svo framvegis. Þannig að það verður erfitt að komast fyrir alla þessa anga en með sameiginlegu átaki allra sem fylgjast með og vita og tilbúin að segja sögurnar þá eigum við að geta gert á þessu verulega bragarbót og það er það sem þarf að gerast. Mér langar aftur að koma að öðru sem að þú kannski vildir ekki svara neitt með afgerandi hætti. Það er það að landlæknisembættið hefur verið að hafa eftirlit með þessu, eftirlit með svona skipti máli. Það hefur verið með tilteknum hætti, afleiðinguna hefur verið að sýna núna hérna í þáttunum. Meina, það er eitthvað að þarna, þarf ekki að taka á þessu. Jú, en það er það sem við erum að tala um, vísu lyfjagagnagrunurinn er... Þá er vantanlega sama fólki, er það ekki, sami landlæknir og sama liði sem er sem hefur verið með eftirlit hingað til sem á að halda því áfram? Nei, við erum að vísu með til þess að gera nýjan landlækni, Þannig að, og við erum þar að ekki búin að samina forvarnar, starfið, eða semst lýðheilsustöð og landlækni í eina stofnun. Hluti af verkefnum landlæknis og þessar nýju stofnunar er eftirlitshlutverkið. Við höfum verið ræðið í öðrum þáttum, það er mjög veikt eftirlit á ákveðnum stofnunum, það er til dæmis Barnaverndarstofa bæði með að gera samning og hefur eftirlit. Við þurfum að búa til einhvern eftirlitsaðila sem fylgist með. Hvar hann verður staðsettur, ég hef séð fyrir mér að hann geti verið í tengslum við landlækni en það verður að vera kínamúrur á milli, hver er að vinna hvað. Já, þú þekkir líka umræðinu það að það sé kannski ekki heppilegt að læknar hafa eftirlit með læknum og allt þetta? Já, en það bætur upp með hvaða starfsmenn vinna hjá eftirlitinu á hverjum stað. Já. Það er ekki bundið við það. Ég meina, ef þessi ótti við það að við séum að hjálpa innan einhverja starfstétta. Já, fólk talar læknamafíu. Já, ég þekki það allt saman, en ég meina, það á ekki að vera þannig að þeir einir koma að þessu. Við þurfum einhverja sem kunna vel til verka og þekkja til og vita hvernig lyf virka og svo framvegis. En í eftirlitsstofnun verða að vera fjölbreyttir starfsmenn, þar að segja fjölbreytt samsetning á starfsliði, þannig að menn geti tekið á þessu og þeir þurfa að geta unnið óháð í kerfinu. Þessa eftirlitsstofnun höfum við rætt hvar hann á vistast eða hvernig. Það er ekki alveg komið en það er vinn í gangi að finna út að þetta verður að lagast almennt í kerfinu. Það gildir fatlað, það gildir barnaverndarmál og það gildir þess að þetta sem hér er verið að ræða. Tölum aðeins þennan samfélagslega kostnað, þessa tölu sem var verið að nefna hérna áðan. Miðað við þetta þá er þetta gríðarlegur fórnarkostnaður sem við erum að færa fyrir það að vera ekki að taka almennilega á þessu málum. Hvernig bregst þú við þessum tölum? Nú hef ég ekki tækið verið heldur að ég hef ekki séð ritgerð Ara Matthíassonar semst varðandi þennan kostnað. Ég sé að hann gerir þetta eins og margir gera. Þeir eru að taka heildarkostnaðinn, hvað áhrif hefur þetta tryggingar, fjarveru vinnu og svo framvegis. Við vitum að heilbrigðiskerfið er eitt af stóru heilbrigðisvandamálunum er áfengisneysla og vímuefni þar með. Og ég held að menn ég að passa sig mitt á því að passum okkur á því að taka ekki áfengið út fyrir sviga þegar við erum að ræða þetta, en það gerðan það ekki. Hann tekur þann kostnað með og það er langstærsti vímugjafinn í þessu landi. Sem kannski gleymist stundum. Sem gleymist stundum og skiptir mjög miklu máli að það er yfirleitt alltaf beint samhengi frá áfengi og sem sagt yfir í önnur efni. Ég segi nánast alltaf, það eru auðvitað undantekningar. Þannig að ég held að við verðum að horfast í augu við þetta sem heildstætt viðfangsefni. Hvernig ætlum við að bæta þessi mál almennt. Mér finnst það skipta miklu máli. Já, og partur af því, við komum aðeins inn á það hérna í þætti á föstudaginn, það eru meðferðarúrræðin, við kannski, það er að hafa langt mál það, en á að setja meiri pening eða breyta hugsunin í því, svona, ef þú myndi segja okkur það í lokin. Ein algengasta og versta afsökun sem menn hafa varðandi það að gera ekki hlutina, það er hafa ekki pening. Við höfum að það sem við getum gert á þess að hafa neitt pening, það er heilmikið og við erum að gera heilmikið, við erum að eyða töluvert
miklum peningum í meðferðarúrræði. Svona tala náttúrulega bara ráðherra sem í niðurskurði. Já, ég meina, það ætti með velferðarráðherra ekki að gera. Þetta gerði ég sem skólastjóri líka. Vegna þess að ég gerði mig grein fyrir því að ef að maður gerir ekki hlutina og ber alltaf fyrir sig. Nú ertu að segja það vantar ekki pening. Nei, ég er að segja að það vantar sumstaðapening, en það vantar ekki alls staðar og það er ekki ástæðan fyrir við gerum ekki hlutina. Ástæðan fyrir eftirlitinu sem vorum að ræða á hans vantar ekki meiri pening inn í meðferðarúrræði? Jú, það vantar ákveðna staði. Við vorum að ræða þetta við Barnaverndarstofu í dag að það er greinlegt að neyðar viðbröðin, þessi neyðar móttakan meðal svo Stuðlum, þar sem hefur verið líka að leita til Landspítalans, hann sinnti þessu. Það er ekki að virka, það virkar of seint og það kemur fram þar. Við þurfum að skoða þann þátt og þá þurfum við að finna pening í það eða færa til í kerfinu til þess að finna pening í það. Og það gildir líka ákveðna þætti, hvernig getum við aðstoða foreldra sem er í þessar raunstöðu sem þeir eru búin að vera að lýsa að það sé komið strax aðstoð við viðkomandi einstaklinga. Þannig að þau þurfi ekki að velkjast með vandamálið mjög lengi á þess að sé komið einhver stuðningur. Það reynir á barnaverndi yfirvöld, það reynir á marga aðila. Ég ætla bara að fá að segja að því að ég þakka ykkur fyrir sumræðu að þá er það jákvæð í sér það að almennt hefur ástandi sérstaklega á grunnskólaaldrinum batnað. Við höfum ákveðin teiknum Maríónu í augnablikinu og það þarf að grípa inn í það. En ég hef satt sem skólastjóri að börn eru að verða miklu betri heldur en þau voru fyrir 25 árum og hafa stöðugt batnað og mér finnst þetta að vera líkin í umræðunni. Það þýðir einmitt það meðaltalið sem segir okkur ekkert þessa einstaklinga sem eru að deyja að núti sko. Miklu betri möguleika til þess að taka á þessum frávikum og þessum erfiðleikum sem við erum að glíma við núna og það eigum við að gera og það eigum við að kalla allt samfélagið með okkur í, alveg frá heimilunum sem verða að skoða lífeyrisskápana yfir í skólana sem að vinna í þessu sveitarfélögin, okkur í velferðarráðuneytinu, við berum öll sameiginlega ábyrgð og ég skal ekki liggja liðið minni með að taka þátt í því að reyna að bæta úr varðandi vímuvarnir í þessu landi. Takk kærlega fyrir að koma í Kastljós. Sömuleiðis, takk.